Komið sæl og blessuð. Við ætlum næstu mínútur að ræða borgarlínu og skref til samþykktar í samgöngusáttmálanum svokallaða sem stigin voru í gær. Svona bara áður en við byrjum þá umræðu þá get ég hendi hér á borðið, deilt því með ykkur að ég fór út að skokka í morgun. Mér fannst mjög vont loft, mér fannst mikil mengun, mér fannst mjög mikil bílaumferð, mér fannst fólk vera pirrað í grámanum sem var þarna. Og mér hefur fundist það svona upp á síðkastið það vera vaxandi vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu að það tekur mann alltaf lengri og lengri tíma að komast frá stað A til B. Á sama tíma er talað mikilvægi þess að við séum umhverfisvæn, við hreyfum okkur meira, við hjólum og allt það og það talað mikilvægi almenningssamgangna. En þegar við heyrum að þessar hugmyndir kosti á 400 milljarða að koma hér upp almennilegu kerfi þá svona spyrjum við hvað erum við að fá fyrir alla þennan pening og kannski megin vandinn sá að það hillir ekki undir neina lausn 1, 2 og 3 hér í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það ekki að gerast á morgun, ekki á hinn daginn. Og þess vegna held ég að við þurfum að ræða þetta mál kannski með markvissari hætti en verið hefur og væri kannski bara aktíft sniðugt að setja þessi samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu hér á dagskrá bara viku eftir viku á samgöngustöðinni á samstöðinni ætla ég nú að segja. En hingað eru komnir 2 góðir gestir, borgarfulltrúar, annars vegar Sanna Magdalena Mörtudóttir, sósíalisti, vertu velkomin. Takk. Og svo Dóra Björt, þú ert nú bæði stjórnarformaður Strætó, er það ekki? Og formaður umhverfis og skipulagsráðs. Já. Reykjavíkur. Já, Reykjavíkur. Verið velkomna báðar. Takk. Í gær sem sagt þessi dagur, sjálfstæðisflokkurinn 3 klofnar í afgreiðslu til samgöngusáttmála sem að mér finnst vera mjög lýsandi fyrir ástandið. Það ekki flokkspólitískt, við vitum ekki alveg hvað við eigum að halda, við vitum ekki hvað við styðjum. Ef við byrjum á þér, veldis, vöxtur, fjárhæða, þetta orðið eitthvað skrýmsli, 311 milljarðar. Hvernig stendur á þessum ósköpum? Af hverju verður einhver pólitísk hugmynd sem að kannski margir virtust hlindir í upphafi vegna þess að það var lagt upp með ákveðna fjárhæð? Af hverju þetta orðið svona rosalega dýrt? Og hvað erum við að fá fyrir peningin? Er þetta bara Strætó á styrum? Góð spurning og það ekki svo að þessir peningar séu allir að fara í borgarlínu. Nei. Það þannig að þetta skiptist á milli mismunandi fjárfestinga í innviðum, í samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu. Og hérna í skilalega fólki finnst þetta að vera mikil fjármunir, þetta búið að stækka en það láði þetta fyrir að þær áætlanir sem að voru til grundvallar umræðin 2019 voru ekki komnar nægilega langt. Og þá þurfti að fara yfir það svona ýmislegt sem hefur breyst í þessu bara varðandi hvernig verkefnin hafa þróast eða verið að skoða þetta nánar og þá bara, hefur bara ýmislegt breyst í því og þá gott að taka þetta upp aftur af því við viljum að áætlanir séu raunhæfar en það bara 42% af þessu sem að fara í borgarlínu, 42% að fara í stoppvegaframkvæmdir svo eru líka hjólreiðar undir þessu, það eru öryggisaðgerðir, það eru ljósastýringar aðgerðir og ýmislegt þannig að svo að það líka bara fyrir að það ekki alltaf að fara í borgarlínu. Ég myndi gjarna vilja sjá enn stærri hluta af þessari köku vera að fara í borgarlínu þannig að hún kemur ennþá hraðar af því að það þannig að það verið að skipta þessu yfir mörg ár fram að 2040 og lengja í sáttmálanum til 2040 og til þess að ná þessu öllu saman en þetta auðvitað eitthvað sem að margir aðilar úr mörgum flokkum úr mismunandi áttum, þetta eru mörg sveitarfélög, ríki sem koma að og ná saman að svona frekar sögulegri sátt samgöngumál það á stóru svæði og hér eru 2/3 íbúa á Íslandi sem búa á höfuðborgarsvæðinu og við erum að tala upphæð sem 1/3 af því sem venjulega verið að fjárfesta í samgöngum á Íslandi árlega í samgönguáætlun. Þetta eru samt ekki peningar sem fara beint að samgönguáætlun eitthvað þessu verður sérstakt framlag og svo framvegis þannig að þetta ekkert endilega bara í samkeppni við þau verkefni sem að þar hafa verið undir en það ekkert óeðlilegt að mínu mati að 1/3 af því sem að vera að verja í samgöngur fari þá á svæði þar sem 2/3 íbúa búa
og minna mætti það nú alla vera. Mér finnst nú þetta sé bara í rauninni sjálfsagt og það gótt að við séum á svo stað og kannski ætti stærri hluti að fara vegna þess að það sannarlega þörf á þessu. Það mjög margir og mörg sem að flytja hingað, það örvöxtur, íbúafjölgunin svakaleg, það 79 bílar sem að bætast í samgönguflóruna á höfuðborgarsvæðinu vikulega. Á ársgrundvelli þetta 27 kilometra bílaröð frá HÍ cirka að Grundarhverfinu á Kjalarnesi. Og við erum öll sammála að það í rauninni ófremdar ástand. Já, það ekki pláss fyrir þetta. Þetta bara rúmfræðileg áskorun og þá bara spurningin hvernig... Tafirnar verða meir og meiri, mengunin verður meir og meiri vegna þess að þeir bílar sem ekki eru knúðir áfram með vistvænum orkugjafa, þeir náttúrulega menga meir og meir. Þú ert í hægagangi og stopp í röð. Akkurat, og ekki bara það eru líka dekkin. Þannig að þú finnur það þegar þú varst að tala að þú hefur verið úti og fannst fyrir loftinu og það ekki bara mengunin frá olíunotkuninni, það líka dekkin. Svo það á veturna nagladekkin. Já, nú fara þau bráðum að tæta upp malbikið. Já, og þetta allt saman eitthvað sem hefur rosalega mikil áhrif á okkar lífsgæði sem í borginni og það nú ekki alveg sanngjarnt heldur í því að þau sem að ganga og hjóla mest og nýta almenningssamgöngur og eru úti undir berum himni og ekki alltaf aka á milli af bíl, þau verða mest fyrir barðinu á þessu slæma lofti allavega að mengunin sem hlýst til dæmis að nagladekkjum. Þannig að það svona svolítið ójafnvægi í því. En sko Dóra Björt, hefur ekki bara pólitíkin algjörlega brugðist? Hefur þú ekki brugðist á þessari vakt og þið sem eruð í borgarstjórn? Þetta tekur óendanlega langan tíma, það rifist alls konar mál, kostnaður hleðst upp. En það sem verst að okkur finnst ekki lausnin vera nógu trúverðug. Við myndum kannski trúa því ef allir þessir peningar færu í undirgöng, metró, eitthvað svoleiðis, þá myndum við skilja þetta betur. En það mjög erfitt að átta sig á því að lausninnar sem að þið eruð að samþykkja og þið trúið á, bara mjög erfitt að trúa því sjálfur að hér verði æðislegt að búa bara eftir korter. Sko, það auðvitað þannig að ég búin að vera frá mínu fyrsta degi að vinna þessu verkefni síðan 2018 og það kom inn í meirihlutasáttmálann þegar ég kom inn í borgarstjórn að við myndum vinna þessu og við og náðum þá 2019 árið seinna þessari sögulegu sátt í fyrsta kasti sem var svo endurskoðuð og það var sjálfur sér aðrir sem að þrýstu meira á þessa endurskoðun heldur en allavega ég, að þegar ég hugsaði með mér ég myndi vilja halda áfram þessu verkefni en það auðvitað ríki sem að kemur að þessu líka og þau voru upptekin að því að taka þetta upp þessar áætlanir og endurskoða frekar en þau myndu bara vildu hafa fyrirsjáanleika í því hversu stórt þetta myndi verða að endingu og ég skiljaði líka einhverju marki en ég hefði gjarnan viljað sjá þetta allt saman fara hraðar og ganga hraðar en það ekki bara eitt flokkur eða meirihluti borgarstjórn sem ræður þessu. Þetta eru mörg sveitafélög og þetta ríki sem kemur að. Þannig að þetta svolítið flókistórt verkefni. Trúverðugleiki verkefnisins, það auðvitað búið að greina það að með þessari breytingu þá mun það verða svo að 71% íbúa höfuðborgarsvæðinu munu búa í námynda við en í nálægð við góðar almenningssamgöngur, í göngufjarlægð með við 19% sem nú eru. Þannig að það muni þetta hafa rosalega mikil áhrif og það bara búið að greina það út frá þessu neti sem að þarna undir og það mun auðvitað og það enginn sem getur lofað að hér verði bara æðislegt að búa og það snýst meira heldur en bara almenningssamgöngur en þetta mun allavega gera fólki kleift sem að geta og vilja að nýta aðrar samgöngumáta heldur en bílinn að nýta þá af því að það líka undir þessu hjólastígar það búið nú þegar að fjárfesta og byggja 20 kilometra af hjólastígum á vegum samgöngusáttmálans síðan 2019 og það koma 80 kilometra til viðbótar þannig að við erum smá saman að gjörbreyta möguleikum fólks til að nota hjól sem samgöngumáta en það enginn sem getur lofaðir því að hér verða æðislegt að búa en við reynum auðvitað að skapa innviði þannig að það sé allavega þau tækifæri sem þurfa að vera til staðar til að það sé betra loft, það sé betra loftgæði að mengun sé minni að við getum kannski náð markmiðum okkar að draga úr gróðurhúsalofttegundum og allt þetta og það mikilvægt að innviðirnir séu byggðir svo að fólkið geti nýtta og þeir koma og við vitum að það virkar öll reynsla sýnir það. Víkjum talinu að þér sanna að þú studur ekki samþykkt samgöngusáttmálans í gær, hvers vegna ekki? Sko þetta rauninni samkomulag sem að gerir ráð fyrir uppbyggingu samgöngu innviða og fjármögnun og það mjög nauðsynlegt að fara í úrbætur á samgöngu innviðum eftir mikla vanrækslu síðustu ár og það mjög mikilvægt að sé þessi framtíðarsýn til staðar að það sé einhvern veginn skipulagt hvernig við ætlum að laga það sem þarf að laga.
Nú það talað að það gert ráð fyrir samkomulaginu að 140 milljarðar komi í gegnum veggjöld, sem sagt innheimta veggjalda verði ein fjármögnunarleið sem að ríki geti nýtt til þess að greiða fyrir þessar samgönguúrbætur. Og þetta hefur ekki orðið að veruleika, en þetta svona nefnt í samkomulaginu og gert ráð fyrir þessu, og við vitum að veggjöld munu bitna harðast á þeim sem að hafa minnstu tekjurnar. Og hver hefur minnstu tekjurnar í dag? Það eru stór hópur fólks, þar sem 40% heimila launafólks eiga erfitt með að ná endum saman. Nú að skjóti einni spurningu hér, eru þið almennt bara á móti veggjöldum? Já, þið viljið bara skattarnir okkar þeir fari í að fjármagna samgöngur og... Við erum með skattar sem litið á þessi sameiginlegu sjóður sem eigi einmitt að fjármagna þessa grunninnviði, og samgönguúrbætur eru liður að þessum grunninnviðum, þannig að það mjög skrítið að vera ætlast til þess að þegar það búið að greiða skatt að þá eigum að greiða ennþá meira til þess að eðlilegar og sjálfsagðar samgönguúrbætur verði að veruleika, og það þetta sem við höfum gagnrýnt. Þeir eru ekki einum að hugsa þetta. Nei, á sama tíma og stjórnvöld eru ekki að íta á það til dæmis að þau sem að hafa mestu tekjurnar greiði til nær samfélagsins eins og útsvar í formi á fjármagnstekjur sem ekki núna gert, og þú sveitafélögin verða á mörgum milljörðum ár hvert vegna þess að útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur, og þá finnst okkur sérkennilegt að almenningur sé látin greiða fyrir uppbyggingu samgöngu úrbóta á sama tíma það ekki verið að skattleggja ríkasta fólki, þannig við setjum það svona í samhengi. Nú á sama tíma þá líka gert ráð fyrir því að þegar hámarka ágóðan af húsnæðisuppbyggingu að Keldum til þess að það sé hægt að fá fjármagn þaðan inn í samgöngusáttmálann. Og ef við bekkum aðeins þá var það stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga 2019 sem gerir ráð fyrir því að þarna ætti að fara fram hagkvæm húsnæðisuppbygging á Keldnalandi, Keldnaholti, og eins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR hefur bent á, það hefur það verið svikið af því það ekki lengur verið að gera ráð fyrir þessari hagkvæmri uppbyggingu. Það þarna ákveðin svona prósentutala sem tekin fram sem við vitum þó ekki nákvæmlega hver endanlega verður, sem eigi þá að vera félagslegar íbúðir, en sem dæmi að þá borgin með samkomulag að 5% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar, og hefur einnig gert samkomulag við ríkið og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem talaði að 35% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar, vistvænar, hagkvæmar, en þarna mörgum ólíkum hugtökum blanda saman og í rauninni grauta saman, þannig að þú getur ekki sagt að þetta sé allt 35% félagslegt, þegar það líka vistvænt, að því vistvænt getur til dæmis verið gott fyrir umhverfi en ekki ódýrt. Það getur verið kaupíbúðir sem að þá strax útilokar stóran hóp frá því að komast inn í þær íbúðir þar sem þarf að leggja út ákveðið svona einhverja milljónir til þess að geta þá keypt íbúðina. Þannig það þessi fjármögnun sem að við erum að gagnrýna, og sama skapi þá líka sérkennilegt að í gögnum málsins sem að fylgja með samgöngusáttmálanum þá talað einmitt að þegar bættar almenningssamgöngur komi að þá eigi það að spara fjölskyldunum sem geta sleppt í kannski að vera með bíl, en þú veist það svo skrítið að því það ætlast til þess að almenningur sé að greiða í rauninni fyrir þessa uppbyggingu, og það getum við sósíalistar í borginni ekki samþykkt. Ég nefndi áðan strætó á styrum. Hvernig líkar þér það orðalag? Það varhugavert? Þetta bara, ertu sammála því eða? Sko, það sem ekki verið að gera í þessu samkomulagi að byrja á því að líta á það sem að strætófarþegar hafa verið að kalla eftir. Það auðvitað tíðnin, það auðvitað verð á þjónustunni og það auðvitað aðstæðan. Og það á að bæta tíðni 8 vagna á næsta ári samhliða því að ríkið kemur með 30% af rekstrarkostnaði stígur þar inn í og þá að fara að reka þetta með sveitafélögunum, Strætó, BS. En það alls konar svona þættir sem ekki verið að gera strax. Við sjáum bara hvernig skerðingar hafa átt sér stað á þjónustu Strætó á síðustu árum. Við sjáum hvernig tíðni hefur verið skert. Við sjáum hvernig við höfum þurft að búa við eitthvað svona sumar áætlun þar sem tíðni skert. Við sjáum hvernig það ekki eins og þetta að tryggja að það sé klósett á stærstu og fjölmennustu samgöngumiðstöðinni Mjódd. Þannig svona ýmsu þættir sem ekki eins og verið að haga. Þú skrifa líka bara í síðustu gærum að það verið alltaf dýrt í Strætó.
Núna kostar 650 krónur stökkferð. Það hægt að kaupa ódýrari tímabilskort í strætó, en þetta einmitt stór liður sem að skiptir fólk máli, og ef við skoðum til dæmis ferðavenjukönnun frá október 2022 þá kemur fram að 41% þeirra sem tóku þátt í Reykjavík og nota strætó sjaldan eða aldrei svara því að ef að verð á þjónustu yrði lækkað þá myndi það ýta undir og þau og börnin þeirra væri líklegri til þess að fara í strætó og á sama tíma hefur séð 4 gjaldskrárhækkanir eiga sér stað á síðustu 2 árum hjá strætó. Það á meðal ein hækkun sem var rúm 12% og ein sem var rúm 11%, þannig að þetta er ekki beint traustveikjandi. Þá er gott að vera með stjórnarformann strætó til þess að bregðast við þessu. Af hverju eru það að hækka gjöldin svona? Strætó hefur búið við mikla vanfjármögnun yfir lengri tíma. Það komu þarna upphæðir frá bæði sveitarfélögum og ríkinu sem hafa ekki verið vísitölubættar og þannig að það eru einhverju milljarðar sem vantaði þeirra kerfi miðað við, þannig að það hefur orðið útþynning fjármagns í gegnum mörg ár og því miður, og þess vegna hefur staðan orðið bara þrengst mjög mikið reksturinn, og svo kom COVID og einmitt af því að ríkið átti ekki í þessu fyrirtæki þá var ekki hlaupið undir bagga með nægilega öflugum hætti eins og var gert með önnur ríkisfyrirtæki, og þess vegna varð Strætó að taka sinn sjóð varasjóð sem átti að fara í að endurnýja vagnflotann meðal annars og nýta hann í að dekka í götin, og þetta var þrátt fyrir að almannavarnir gerðu Strætó eða þrýstu á að Strætó myndi halda dampi gegnum COVID til þess að tryggja almannaþjónustu, og þetta hefur bara gert það að verkum að það hefur verið farið í alls konar aðgerðir bara til þess að koma í veg fyrir að Strætó bara get ekki borgað laun eða annað, bara það hefur verið tekið af það sem hægt og það er mjög miður og ég alveg sammála því. Hluti af þessum sáttmála hins vegar sannarlega að mæta þessu ástandi vegna þess að að ríki komi inn í reksturinn mjög stórt mál. Þau komið hann inn með þriðjung, með fjármagn og með loforð að taka undir með okkur í orkuskiptunum, þannig að við getum farið í vagnflota endurnýjun sem svo ótrúlega nauðsynleg vegna þess að með þessum gamla vagnflota þar sem eru gamli vagnar og olíuverð búið að hækka út af stríðinu, það eru viðgerðarkostnaðurinn mjög hár, að þetta boltar upp á sig, þannig að reksturinn verður ennþá ósjálfbærir fyrir vikið, þannig að við verðum að fá nýja vagna og auðvitað viljum við helst fá vistvæna vagna því að það eru auðvitað stefnan hjá okkur öllum, en fyrst og fremst þarf Strætó að virka út af því að það ekki hægt að bjóða notendum upp á það að standa á stoppistöðinni og það kemur enginn Strætó út af því að Strætó bilaði og það voru ekki til neinir varavagnar, og það bara raunverulega staðan sem við erum búin að standa fram fyrir og við verðum að fara út úr henni, og núna mun þessi nýji samgöngusáttmáli gera okkur það kleift, bæði með fjármagnin sem að koma inn til viðbótar við það sem nú í kerfinu frá ríkinu yfir 2 milljarðar, ég held að hvað milli 2,2 til 2,7 milljarðar og svo peningar inn í þessi orkuskipta þróun sem við þurfum að fara í gegnum, þannig að við munum það núna geta keypt nýja vagna, við munum geta hækka tíðnina eins og Sanna var að tala það er alveg rétt, tíðnin skiptir miklu máli og svo hægt að skoða nákvæmlega útfærslu á því, við erum að fara að gera það smá saman, strax á næsta ári stefnan að fara 13% aukningu á tíðni í kerfinu, það hægt að skoða útfærslu á því hvort það vera meiri þrýstingur á einhverju öðru eða hvað það og svo smá saman, alveg þar til við erum komin upp í 650.000 klukkutíma aukning á ári, miðað við 400.000 sem við erum með núna, þannig að mjög mikil þjónustu búbót í þessu meiri tíðni og þetta borgarlínan sem slík, þannig að við erum að tala bæði tíðni, fjölgun, það nýtt leiðanett sem undir þessu, það Strætó sem að fara að lagast og verða betri, það nýja leiðanettið og innleiðing af því, en undir því eru líka þessar stoppleiðir borgarlínu og þær eru mikilvægar af því að af hverju, þú segir Strætó og sterum, það hægt að nota alls konar orðum þetta, Strætó og sterum, ef okkur þykir vænt Strætó þá lítur meiri Strætó að vera betra, það þýðir bara að Strætó í sérrými, þá með meiri áræðanleika, situr ekki fastur í umferðaröngþveiti með hinum bílunum sem að því miður allt of oft raunin og tíðnin verður þá betri sömuleiðis, þetta líka stærri vagnar, þægindin meiri, hluti af verkefninu líka aðgengi og betri, eru góðir brautarpallar með innviðum þar, það eru hjólastegar sem að fara með fram, það líka allt umhverfi sem verður vistlegra, þú veist, þegar maður að taka upp
götuna þá auðvitað lagar og allt, þú ert að fara að búa til hjólastíga, þú ert að fara að gera betri gangstéttir fyrir fólk sem er að ganga. Þetta örugg leið að gera þetta svona, að hafa þetta í miðrými, það eykur umferðaröryggi fyrir þá sem að nota strætó og bætir bara aðgengi allra að fjölbreyttari samgöngumátum. Vandið þinn núna að þú ert búin að vera að lýsa fyrir okkur kerfi sem hefur brostið. Það hefur ekki virkað, sem strætókerfið í borginni, á mörgum ástæðum. Þú ætlar að selja okkur núna að þetta kerfi sem hefur ekki virkað sem skildi, það sé lausnin af framtíðinni. En þetta kerfi hefur náttúrulega ekki verið svona, við erum náttúrulega að fara inn í þetta. Það er ekki miðrými, sérrými, miðrými eða neitt. Borgarlínan ekki orðin reynd, þannig að það auðvitað að gagnrýna hana fyrirfram. Munurinn á þessum hugmyndum og til dæmis því að þú sért bara með tölvustýrt kerfi, þú sért með neðanjarðargöng, þú ert með tímaáætlun sem getur ekki farið úrskeiðis, það er bara alltaf, það fer einhver lest frá stað A til B. Þetta myndu Íslendingar og höfuðborgarbúar skilja ef það væri einhver sátt það í pólitíkinni að setja mikla peninga í byltingakennd úrræði sem við myndum sannarlega að trúa með sama hætti og hugmyndin lest á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Við vitum öll að það yrði gríðarlegur ávinningur af því. Algjörlega. Fyrir Ísland allt. Enda höfum við talað mikið fyrir því. Akkurat. Það liggur fyrir að því að þú ert að aðeins klára þetta. Absolutt. Því að stundu tekið þátt í samtalinu. Já, það er bara flott. Það er bara komið upp svo margar hugmyndir að ég vil bara endilega taka þátt í með þér. Og ef þetta leggst ofan á það að til dæmis á Bylgjunni, það var alltaf talað það að Bylgjan, hún væri svona þeir sem hata strætó. Allir dagskrárgerðarmenn þar, þeir hötuðu strætó og þeir voru alltaf bara að segja Íslendingar nota ekki strætó. Við viljum einkabílinn. Við erum svo miklu einstaklingshyggju fólk. Í ljósi þess að það er margt sem bendir til þess að Íslendingar bara það sé erfitt að þjálfa Íslendinga upp í hugmyndinni að nota strætó, alveg óbúslega mikið. Er þá ekki verið að tefla svolítið djart með þessum hugmyndum og með öllum þessum peningum? Er þetta í takti við það sem að flest okkar erum að hugsa? Er ekki svona frestunin sem orðið hefur á framgangi, hún ekki bagaleg og eru þið ekki bara í dálitlum vandræðum með þetta mál, svona út frá trúverðugleika, stjórnmálin til þess að þú getur komið miklum verkum í framkvæmd þarftu að hafa traust og tiltrú almennings og er það ekki ákveðið vandamál í þessu dæmi? Ég hugsa bara meira að skila árangri heldur en hvað fólki finnst það sem að gera og það sem ég veit bara að það er bara öll reynsla sýnir okkar erlendis frá og við vitum það bara út frá sérfræði þekkingu og öllu sem búið að skoða að ef við ætlum að fá fólk til að nota almenningssamgöngur þá verðum við að bjóða upp á góða þjónustu. Hún ekki nægilega góð í dag, við erum alveg sammála það, þannig að það hægt að segja ýmislegt strætó fortíðarinnar eða nútíðarinnar, en við erum að fara í allt annað kerfi, þar sem þetta í sérrými og nýtur því forgangs í umferðinni. Og við vitum það bara erlends frá, þar sem þetta hefur sannlega verið gert mjög víða og víðast hvar, að þetta virkar og það er stundum talað að þú byggja það og þá muni þau koma. Við sjáum að til dæmis með hjólastíga sem við erum búin að vera fjárfesta mjög ríkulega í undanfarin ár að það búið að aukast mjög notkunin. Það út af því að þegar þú byggir það þá kemur fólkið og það nýtir sér það og það ekkert eitthvað sem ég held fram eða mér finnst, það ekkert pólitísk hugmyndafræði eða neitt, það bara staðreynd að fólk nýtir sér það ef aðgengi mikið. Við vitum þar að auki sem mikilvægt að stór hluti þeir sem að aka í dag til vinnu allt frá 30% til 40% vilja nýta aðra ferðamáta og það það líka ábyrgðar hluti fyrir þau sem eru við stjórnvölin að mæta því með einhverju móti að bjóða upp á aðra raunhæfa samgöngumáta en það ekkert að vera eitthvað menningarlegt að þú veist, það bara flott að fólk nýti stræti á í dag og hjóli í dag, það bara mjög gott mál en hugmyndin ekkert endilega svo að fólk að velja þetta bara því að það með einhverja svona hugmyndafræði eða einhverja svona þú veist, vill svo mikið gera það, þú veist, við viljum að þetta verði jafn þægilegur kostur og það að nýta bílinn og það auðvitað markmið, þannig að fólk þurfi ekkert að velja þetta sérstaklega heldur en það verði bara svona
bara þægilegur kostur að nýta eins og þetta erlendis. Ég bjó lengi vel í Oslo, ég búið í Berlín og víðar. Engin vina minna þar áttu bíl allavega á þeim tíma. Ég var hjá vinkonu minn daginn sem á 2 börn. Hún býr ekki í miðborg Oslo, hún býr aðeins fyrir utan. Hún á ekki bíl samt og það er ekki út af því að það er einhver sérstakur metnaður hjá henni. Það er bara út af því að hún þarf ekki bíl. Út af því að samfélagið er byggt í kringum það. Og það er nefnilega málið með borgarlínu að það er ekki bara strætó sem ekur og það er ekki bara þetta miðrými. Þetta er líka stærsta byggðaþróunarverkefni Íslandssögunar vegna þess að það er verið að þétta byggð í kringum ása borgarlínu. 90% af öllu húsnæði sem verið að byggja er innan áhrifasvæðis borgarlínu. Þannig að það snýst það að við nýtum innviðina vel og að við sköpum lífsgæði fyrir fólk sem hér býr. Þannig að við byggjum og höfum nægan íbúafjölda til að halda upp í þjónustunni og sem að getur þá nýtt sér þessa þjónustu. Þannig að þetta verði frábær þjónusta fyrir þennan hóp sem að býr svo nálægt. Hinir sem búa ekki nálægt ásanum, þeir eiga svo geta nýtt sér þverleiðir sem að þvera borgarlínu og færir fólk inn að ásum borgarlínu sem getur svo farið yfir í borgarlínu og þetta verður auðvitað svona lestar upplifun. Þetta eru margir að þessu liðvagnar og þetta á að vera mjög þægileg gæða þjónusta, gott aðgengi, greitt aðgengi fyrir fatlað fólk með svona þar sem engin þröskuldur og annað. Þannig að þetta eru mikil gæði, tíðnin og áreiðanleikin er fyrir hendi og það skiptir öllu máli. Núna verið að tala framtíðarskipulag sem er sett fram og einhvern veginn að virka svo vel og þeir að hafa verið leitið til dæma frá útlöndum og sé búið að kynna sér hvernig þetta virkir þar og stundum fær maður þá tilfinningu að stjórnvöld gerir allt nema að hlusta almenning hér á Íslandi. Strætófarþegar sem treysta á strætó dag eftir dag hafa verið að kalla eftir því að aðstæðan verið bætt strax. Það var til dæmis ekki hægt að halda því úti að það væri klósett á stærstu og fjölförnustu skiptistöð landsins Mjóddinni. Það var ekki hægt að tryggja að væri klósett opið þar allan tíman sem að Mjóddin var opin. Það er búið að færa einhvern veginn alla þjónustuna frá strætófarþegum. Ég man þá tíð þegar maður gat talað við einhverja mannesku á þjónustuborði, fengið upplýsingar leiðakerfið, tíðnina, keypt miða. Nú er það ekki hægt, þannig að verður að treysta helst á rafrænar lausnir og verður að treysta á símaðinn og þau eru búin að ferðast langan vera lengi í strætó yfir daginn með síma sem er kannski batteríslaust. Þú getur ekki skoða upplýsingarnar og þú þarft að hafa netaðgengi til þess að sjá hvað strætó er staddur. Það er búið að færa einhvern veginn þessi svona manneskjulegu viðmót og getur talað við einhvern. Við sjáum að Mjóddin og Hlemmurinn er ekki opin í takt við allan þann tíma sem að strætó ekur og út af því að það er komið matöll í Hlemmina þá upplifa margir strætófarþegar sem eru ekki greiðandi viðskiptavinir að matsölustöðunum þar inni að Hlemmurinn sé ekki fyrir þau. Það er einhvern veginn búið að gera kerfið óaðgengilegra eins og með klappinu. Það er rafrænt, þannig að það útilokar marga öryrkja sem geta ekki keypt sér afsláttarfargjöld í gegnum þetta rafræna kerfi og að því það er búið að fara með þessa svona manneskjulegu móttöku frá helstu samgöngumiðstöðvum. Þú þarfst að fara lengst upp í Hestháls til þess að fá aðstoð og það er líka búið að takmarka opnunartímann þar. Þannig að þetta er orðið svona mjög óaðgengilegt og það er alls konar þættir sem verður hægt að gera strax núna, tel ég, til að fólk myndi líta á strætó sem áreiðanlega kost með því að hlusta á það sem strætófarþegar eru að kalla eftir og þetta snýr ekkert að einhverjum séragreinum eða endilega bara tíðni, heldur einmitt þessi aðstæða, þetta viðmót, að það sé einhver staður þar sem getur verið að meðan þú ert að bíða eftir næsta vagni, að biðskýli séu góð og skjólgóð. Við sjáum það er ekki einu biðskýli á allir stoppistöðunum, stundum er þetta bara eitthvað grind með tímatöflu og það er búið að breyta tímatöflunum þannig að þú sérð ekki lengur alla áfangastaðina, það koma kannski næstu 3 og svo síðustu 3, þannig að þú getur ekki eins og skipulagt alla leiðina eða þú ert að byrja að nota strætó og það er bara eins og fólki sem hafi skipulagt þetta sé ekkert í strætó dag frá degi. Þannig mér er mjög sérstakt einhvern veginn að koma með einhverja lausn sem er fengin erlendis frá eftir einhverja glærukynningar eða hvað sem það var og sagt einhvern veginn þetta ætlum við að yfirfæra á íslenska samhengið í staðinn fyrir að hlusta bara á það sem strætófarþegar er að segja og er að kalla eftir og byrja þar. Svo að því það var talað orkuskipti í samgöngum, þá finnst mér líka þá gerum við athugasemd við það að það er gert ráð fyrir því að ríkið ætli að hjálpa þá einkafyrirtækjum að kaupa þessa vistvæna vagna og við sjáum að helmingur akstur strætó í dag, strætó BS er hjá einkaaðilum, það eru verktakar sem eru að sjá þetta og við vitum líka í kjölfar útvistunar þá hefur það haft neikvæð áhrif á launaþróun vagnstjóra. Þannig hjá strætó BS þá erum við með fullt af vagnstjórum sem keyra sem eru með mismunandi laun eftir í hvort að strætó BS hefur ráðið á til sín eða hvort að eitthvað sem einkafyrirtækjum hefur ráðið á til sín í gegnum útvistun. Þannig að þetta brýtur líka niður þetta heildarkerfi sem við erum með og svo er talað að ríkið eigi að koma inn í fjármögnun og til
þess verið stofnað þá nýtt félag til þess einhvern veginn að halda utan þetta allt saman. Þannig að það eru auðvitað spurningar hvað verður Strætó BS og aðkomu sveitarstjórnarfulltrúa að því félagi og það talaði að þetta eiga sér stað 1. janúar 2025 sem bráðum og mér sem ólíklegt að þetta verða veruleika. Þannig að það er ýmislegt sem óútfært í þessu og sérstaklega því þau voru að tala kostnaðinn líka áðan. Þá í þessum sáttmála gert ráð fyrir að það þurfi jafnvel að endur meta kostnaðarliði eftir nokkur ár af því það ekki búið að útfæra öll verkefnin og eins og ég segi það alveg fullkomlega eðlilegt að fara í uppbyggingu samgöngu innviða en þetta eins og með svo margt á Íslandi það ekki búið að útfæra einhvern veginn skref frá skref og búa til ólíka sviðsmyndir til þess að fyrirbyggja eitthvað svona að sé að eiga við eitthvað svona óvænt sem kemur þá upp á en það sem grunnurinn í þessu öllu ef þú vilt fá fólk til þess að nota almenningssamgöngur í framtíðinni að þá verður að gera allt sem getur núna til þess að gera það góðar ekki einhvern veginn selja einhverja framtíðarlausn og segja bara að þetta verður allt betra en árið 2040 þá verðum við svo frábæra borgarlínu af hverju ekki að byrja strax á því að laga sem hægt að laga og nei það ekki nóg að auka tíðni á 8 leiðum á næsta ári þá þarf að gera svo miklu meira Inn í þetta samhengi langar mig aðeins til þess að nefna núna af því við ræddum það áðan að þetta auðvitað ekki flokkspólitískt mál ekki nema þá að einhverju leyti að sko, fólk sem ekki pólitík að skrifa greinar Ég las eina grein helgina sem verkfræðingur skrifaði sem talaði svolítið líku nótum að sanna. Hann sagði sko að það mætti ekki endurbæta strætókerfið vegna þess að allir væru alltaf að bíða eftir stóru bombunni, borgarlínunni. Ekki ljær borgin máls á því að láta bráða endurbætur á strætókerfinu hafa forgang þótt hægt sé að framkvæma þær á fáeinum árum fyrir tiltölulega lítið fé og halda síðan áfram með borgarlínu. Þetta sagði þessari grein, þessa verkfræðins í Mogganum helgina og þetta ekki sko, ég kem enn og aftur að því hvort þetta ekki svona dogmatísk trú á framtíðina svolítið í blóra við væntingar, ég held að væntingar almenning skipti miklu máli fyrir ykkar vinnu og fyrir það svona hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðina kann ekki að vera að sko það þurfi að nálgast málið einhvern veginn þá sterkar út frá samtímanum bæta í götin sem að Sann að tala meðal annars hraðar og meiri krafti og þetta sem eina sviðsmynd framtíðarinnar er það ekki varasamt út af fyrir sig? Sko, allt sem að Sanna var að tala eru bara mjög réttmætt atriði og ég tek undir þau en þau ganga ekki gegn því að byggja borgarlínu. Þau eru bara hluti af því að bæta strætó samhliða því að byggja borgarlínu sem er auðvitað planið og það er hluti af samgöngusáttmálanum. Þess vegna erum við komið með meira fjármagn inn í kerfið, ríkið með aðkomu og ég hef trú á því að það mun skila sér í fleiri tækifærum til að gera meira betra núna. Það hefur vantað peninga alls staðar, við vitum það er mikil verðbólga, bæði sveitarfélögin, ríkið hefur verið að kljást við það og ekki síst einstaklingarnir að núti og strætó líka sömuleiðis og eins og ég fór yfir að fjármunir hafa verið á skortnum skammti þannig að það allavega strandar ekki á mér að bæta þar sem þarf að bæta í alls konar hlutum. Við þurfum að mæta þeim sem að nota strætó í dag en við viljum líka stækka notendabasan, þannig við viljum gera bæði og þetta tvennt útilokar ekki hvort annað og þvert á móti og mér finnst ekki vera ástæða til að vera móti borgarlínu eða samgöngusáttmála af því að það þarf að bæta strætó strax. Þetta gengur hönd í hönd. Er það rangt sem þessi verkfræðingur segir að þið séuð alltaf á hold núna með samtíman af því að þið ætlið að taka svo rosalegt byltingakent skref í framtíðin? Nei, við erum alls ekki á hold með neitt. Framkvæmdir við borgarlínu hefjast vonandi bara strax á þessu ári þannig að framtíðin er komin og við erum að fara á stað með þetta þannig að þetta ekki svo mikið meiri framtíð en það að við erum að fara að gera þetta við erum að byrja og borgarlína að fara að byrja að keyra innan fárra ára og það er staðan sem við stöndum fram fyrir. Mér langar til að fá samt áfram að svara því sem var verið að tala hvað við að gera strax. Það auðvitað þannig að það alls konar heimasniðnir verkfræðingar, sérfræðingar og verkfræðingar hér og þar sem hafa alls konar skoðanir og mjög mikið talað það og kannski sérstaklega úr ranni Sjálfstæðisflokksins og fleiri að bara aðgerðir strax, gerum bara þetta strax, einhverjar séragreina strax en allt þetta er eitthvað sem maður þarf að skipuleggja, það þarf að undibúa, það þarf að fjármagna, það tekur tíma og það tekur ekki minni tíma
tíma en það sem við erum að gera með borgarlínu. Það tekur líka tíma en nú erum við komin á stað með áætlanir varðandi borgarlínu. Það er skipulagsvinnan er í fullum gangi, fullt af skipulagsáætlunum tilbúnar í drögum, þannig að það ætla að byrja upp á nýtt er sannarlega ekki til þess að flýta, þannig að allir þessi áráður að bara gera eitthvað annað strax og það tekir skemmri tíma, það ég hef ekki séð nein gögn því til stuðnings á nokkurn tímapunkti og þó hef ég beðið það og spurt mikið þá sem að tala svona. Þeir geta, að því ég þekki alveg hvernig skipulagsferillin hann er ekkert styttri fyrir einhverja aðra aðgerð. Hins vegar eru þær aðgerðir sem við getum strax gert, eru þetta bæta tíðnina, eins og sanna orðar að stoppa í götin þar sem hægt er bæta þjónustuna með litlu. Ég er mjög sammála að þurfi betri upplýsingagjöf leiðir og hitt og þetta. Þetta er eitthvað sem að meira fjármagn í þessu kerfi skapar okkur tækifæri til að mæta. Og þannig að þetta, já. Það er áhóld. Það er ekki verið að gera það. Það er ekkert á hold. Við vorum að undirrita sáttmálan, við vorum að samþykkja hann í borgarstjórn gær. Peningarnir koma inn í nýju félaga næsta ári, þannig að það er ekkert á hold. Það er bara ekki til peningar. Strætó er næstu á haustum. Hvernig ætlar að leysa það? Það talaði að ríkið að koma inn með fjármagn 2025 og gert ráð fyrir því að það verði seint á árinu 2025. Þannig að væntanlega eru er þetta á hold þangað til. Það er ekki endilega gert ráð fyrir að koma seint á árinu, ég hef ekki heyrt það frá neinum, en þannig að hold, já. Vonandi kemur þetta snemma árið 2025. Allavega finnst mér ekki ástæða til að vera á móti borgarlínu að samgöngusáttmálanum, en ég er alveg sammála að það þarf að gera alls konar og við verðum að gera og hafa samráð við notendur, ekki spurning, ég nota strætó sjálf, ég sé alveg fullt á tækifæri. Rétt í lokin, tími okkar er nánast á þrótum, Sundabraut, bara mikilvægið, hvenær. Og ég get reyndar bætt við einu og það er eitt að ég vil fara í þjónustugreiningu núna strax á vinnu strætó og við erum búin að tala það í stjórninni að skoða tækifæri til að einmitt mæta götunum og gera þetta aðgengilegra þannig að við vitum hvað þarf að gera leið og fjármagni til að gera það liggur það betur fyrir þannig að það er alveg fullt af vinnu þannig í gangi. Við vitum hvað þarf að gera. Við þurfum ekki greininguna, við vitum alveg hvað þarf að gera. Það eru fullt af hlutum en þú þarft að taka það saman, þú þarft að vita hvernig á að gera, þú þarft að vita hvað það kostar, það er að taka þetta allt saman, þetta er stór vinna, við viljum gera hana faglega og hafa vaðið fyrir neðan okkur. Sundabraut, hvað séru? Já, bara svona samhengið í tengslu við þetta. Mikilvægi hennar. Sundabrautin er ekki undir í samgöngusáttmálanum náttúrulega, en hún er í aðalskipulagsvinnu núna og það er það sem stendur yfir, er í gangi. Og verður hún byltingarkennt skref til bóta? Það fyrir bara eftir hvernig þú spyrð. Sundabraut er ekki sérstakt áhugamál mitt með fullri virðingu fyrir því en ég er þó þannig að ég er í samstarfi við flokkar sem að leggja áherslu á það og við höfum samið það að vinna að því verkefni. Það mun auðvitað bæta aðgengi margra að það mun stytta mjög vegalengd þarna á milli. Það getur líka komið sér vel fyrir almenningssamgöngur og þá sem að ferðast með þeim leiðum. Mér finnst þó mjög mikilvægt í þessu verkefni að við tryggjum það og vinnum að því að Sundabraut muni ekki bara skapa meira umferðaröngþveiti en það leysir þar sem að það tengir inn. Við þurfum að huga þá að þessu í bara heildstæðu samhengi á öllu höfuðborgarsvæðinu og af því að við viljum auðvitað hafa jákvæð umhverfisáhrif og viljum leysa hnúta ekki skapa það. Einmitt. Hvernig líst ykkur á það að við verðum bara aktíft með umræðum þessi máli hér á samstöðinni? Það er mjög nauðsynlegt og ég held að sé bara mikilvægt að fá Það er ekki að ræða þetta miklu betur út frá miklu fleiri vinklum en verið hefur og Sundabraut? Nei, samgöngumál, ég er sammála og fá fólk sem fólk sem hjólar, fá fólk sem labbar, fá fólk sem notar strætó og það er mjög mikilvægt af því að það má ekki vera þannig að í fjölmiðlum sé rætt við einungis stjórnmálamenn og stjórnmálafólk og einhverju skipuleggjendur hjá einhverjum fyrirtækjum, þannig að við þurfum að heyra í fólkinu, myndi ég segja. Störtum herferð. Dóra Björt Guðjónsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúar, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Og við förum í aðra sálma. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.